byrjum við bara að róla. Þetta á alltaf að vera. Tjattið komið inn, hljóðið komið inn. Góða kvöldið.
Hanna, nú er hljóð. Eftir mikla erfiðleika þá erum við allavega komnir. Þá getum við farið að byrja þetta. Við biðjum afsökunar á töfunum. Við lentum í smá teknilegum örðuleikum hérna þegar við vorum að byrja þetta. Við ætlum bara að fara að keyra þetta af stað. Magnús, ertu búinn að henda út einhverju warning eða eitthvað? Þá skulum við bara henda í 1 mínútna warning og já, það allir að bíða, sko, allir að bíða. Góðir hluti gerast hægt. Viljið segja okkur að við séum, ef þið heyrið í okkur báðum. Við erum 2 hérna. Maggi, Jacket 2 og Doddi hérna. Við ætlum að vera með ykkur í úrvalsdeildinni núna. Það er bara í mér, segja þið. Ég heyri þér allavega hérna í hausnum á mér, þannig að það hlýtur að heyrast í þér á streyminu núna. Við ætlum að keyra þetta í gang, við ætlum að koma Magga inn í audióið.
Danni hefur skilning á tæknilegu örðuleikunum. Við þurftum að byrja á að tengja allt hérna og finna út úr öllu og búa til hérna ný scenes og svona. Þetta búið að vera gaman. Við erum að finna út úr þessu, við hljótum að koma að Magga inn og annars tölum við bara í sama mækin. Búið til smell fyrir að sjá við erum með báða mæka inni í OBS-inu. Það kemur allt en það virðist ekki fara út. Tímatakan allavega komin í gang. Fyrstu menn eru komnir á hot lap. Við finnum út úr þessu, Maggi hérna og fullstu við það. Og fremstur á bara Jóhann Ingi. Svo ætlar Alex að taka næstur. Gunni, fjórði í röðinni, Ólafur Einar, 50 og svo Jökull. Haukur Ingi, Ási Gáver, Dimmi, Alex Gesson, Ársæll, Andri, Gunnar Karel eru þeir sem ætla að keppa hérna hjá okkur ásamt Ívari sem kemur inn núna. Væntanlega í næstu keppni. Fyrstu menn eru byrjaðir að setja hring. Alex Topsson, öflugur, 1.52.882 á fyrsta hring. Jóhann Ingi, annar sem stendur. Jökull þar á eftir. Nas_1 seconds a new record, 1:53.907 seconds. Joke 153 Trafficing, Joke 153.0, set a new record, 1:53.332 seconds. Con 154 NG, Joe Hanningen, set a new record, 1:54.489 seconds. ASIC, set a new record, 1:53.538 seconds. Delay, Honda_S 1:54.441 seconds, set a new record, 1:54.441 seconds. Ryerson, Alexander 1:54.073 seconds, a new record, 1:54.073 seconds.
Já, eftir fyrsta ring þá var það Alex sem hraðastur. Jóhann Ingi fer inn í pit, hann annar eins og Jökull þriðji, Gunnar fjórði, Andri Már fimmti, Ási Káir sjötti, Ólafur Einar á nú mikið inni held ég sjöundi, Alex Geirsson áttandi kominn inn í pit, Jói Eils níundi, Dimmi tíundi, Haukur Ingi 11. Ársæll 12. og Gunnar Karel 13. eins og fyrst var Joe Eggles set a new record, 1 minute and 54.119 seconds. Olaf 153 and R. Nas _ 1 minute and 53.658 seconds, a new record, 1 minute and 53.658 seconds. Joke 153 Raffenson, Joke 153.0, set a new record, 1 minute and 53.173 seconds. Demi, Honda _ S 1 minute and 54.419 seconds, set a new record, 1 minute and 54.419 seconds. Sargon 54s. Okkur þú rauður? Sard 154, set a new record, 1 minute and 54.173 Já, þessu eru líka seconds. Andrew Marr, Trap _ 1 minute and 53.413 seconds, a new record, 1 minute and 53.413 seconds. Prófaðu núna. G. Harrelson, Gone 56 1 minute and 56.239 seconds to new record, 1 minute and 56.239 seconds. Það er æsispennandi tímatökur en þá er það Alex sem hraðastur. Jökull að koma yfir línuna. Já, hann var á áklapp. Hver næstur yfir línu? Það er Dimmi næstur yfir línu. Hann í 11. sæti sem stendur. Bætir sig ekki. Næstur yfir línu Andri Már. Andri Már kemur yfir línuna, bætir sig, kemst upp í annað sætið. Ási Káir í 7. sæti, hann bætir sig ekki. Set a new record, 1 minute and 53.095 seconds. Alex Geirsson að bæta sig. 1.694 seconds, a new record, 1 minute and 53.694 seconds. Hérna 0.036 á eftir Ólaf Einari. Jói Eils komið við línu, bæti sig ekki. Joke 152 Raffenson, Joke 152.0. Jökull að bæta sig. 1 minute and 52.9. Hann annar eins og Stutt á milli manna hérna á topnum. Dimmi bæti sig.
seconds set a new record, 1 minute and 54.320 seconds. Ási KR heldur sínu sæti þrátt fyrir að bæta sig hérna undir lokin. Næstur yfir línu Ólafur Einar, ekki bestu tímatökunar hans, hann helst í 7. sæti. Þar á eftir koma 2 yfir línu. Sjá, gengur illa að finna þetta. Gunnar Karel bætir sig ekki. Eru allir komnir, það eru 3 á hotlappen þá. Fylgjumst með þeim. Það Gunnar Ágússon á flegiferð. Það má nú ræða það að við erum hérna raunin með refsingu, því ekki neitt sér hann að reyna að bæta sér til það. Jói Eils. Við erum komin með hérna Dóa í málið, hann komin í mótið og að laga mækin fyrir okkur. Allavega móti á hann getur. Jói Eils ekki að bæta sig fyrir hann með honum að koma yfir línu. Var það Gunni? Það var Gunnar Ágússon. Það þýðir ekki eftir hann með refsingu. Jói Eils bætti sig upp í 9. sæti, ekki rétt. Herru, þá þetta úrslitin úr tímatökunni. Take screenshot to move. Press the Alex Topson með hraðastæringin 1.52.882. New notification. Uploading your captures. You can see them on PlayStation app. Jökull annar 1.52.975. Andri Már þriðji, Jóhann Ingi fjórði, allir á Ölfunni. Ási KR svo á Lambóunum í 5. sæti, vel gert hjá honum. 1.53.295. Gunnar 7. Ólafur Einar 7. Alex Geirsson 8. Jói Eils 9. og Ársæll 10. Þeir allir á Ölfunni. Dimmi svo á Citroenunum í 11. sæti og svo aftur koma Ölfunnar Haukur Ingi 12. og Gunnar Karel 13. Taka screenshot af þessu. Take screenshot to move. Press the left. Gran Turismo 7. Gagnið. Þótt að heyrist ekki mikið í Magga þá hann að gera hellingsgagnið á baku tjöldin sko. Munið eftir hérna maðurinn á baku tjöldin. Líka gott að geta rétt honum bara síman og sýnt honum niðurstöður úr tímatökunni svo hann geti raðað upp í lobby. Það að fara að raða upp í lobbyið. Dotti hendi með headsetinu, búin að fá nóg að tala við ykkur í bili. Það allavega tímatökur eru búnar. Þá ætlum við bara að resetta lobbyið og fara að raða upp þannig að við getum startað þessu reysi snöggvast. Vera nóg af þengunum. Og bara býða til því núna að allir keppendur setja sér enter á braut aftur þannig að við getum fara að raða upp.
Magi_Ingolfs has changed the room settings. Náðum allavega að hleypa senkunni var til þess að Dimmi gæti allavega tekið þátt í tímatökunum með okkur. Og hann er að berjast við það að vera pínulítið upptekinn á þeim tíma sem að tímatakan er. Vil chatti staðfesta að það sé ekki hljóð á þessu mic ennþá? Þetta ætlar að ganga eitthvað erfilega hjá okkur í kvöld. Það er has changed the room settings. Það er hljóð en lágt, segja þið. Það er hljóð á þessu mic en það er lágt. Nöldunum bara í botnum og svo erum við konið með þetta. Sjá. Þetta er búin að vera hérna baki tjöldin að setja upp lobbyið. Ég er annotations í gangi líka. Það er ágætt. Nú er chatið dottið út hjá mér. Muniði hvar, chat function, nei, text settings, nei. Magi_Ingolfs has joined the room. Já, það er í Control settings center í for tölvunni, Folder það ekki? Station. The time is now 20. Your settings. Accessibility. Display and sound. Closed caption. Chat transcription. Tab. Press cross for more. Controllers. Screen reader. The screen off. Svona ætti það að vera komið. Endilega látið vita að þetta sé komið. Magnús, ég held að þessi hljóður ef þú tekur mækið niður, allavega með að við... skildi það aldrei vera að þessi loksins komið inn. Halleluja segir einhver, það er Danni minn, það voruð þið lausið við það. Heyrist í Magga? Maggi minn, þú voruð að segja eitthvað og heyrist í þér? Bara staðfesta að við séum með reyndastu Magnús. Magnús er alveg í botni allstaðar þar sem við höfum stillingar. Nei. Neitt meira í þessu mixer, það er alveg kristaltæri. En það er kannski svo sem ágætt að heyrist ekkert mjög mikið í mér af því að ég er svo búin að vera svo mikið kvefaður að Já, Magnús er í sama herbyggju, við sitjum hérna hlið við hlið, ég lofa, sko, það er bara ansið margar stillingar sem þú þurft að fara yfir hérna til þess að koma þessi í gang. Hvernig við ætlum að starta reysi eftir 2 mínútur 22:10
Það heyrist mjög lítið í Magga. Já, en það er allavega, við getum þá allavega að tala við eitthvað. Ég get þá allavega sagt þér frá einhverju þó að aðrir heyrir ekki í mér. Þú verður þá bara að túlka það út. Já, ég verð milliliðurinn sem að Já, ég er að reyna að laga OBS-ið, lesa chatið, hlaupa á milli og reyna að fá Magga til að tjá sig. Já, ég skal alveg tjá mig bara eins og þú vilt. Það er minnsta vandamál. Það er allavega, ég er búinn að keyra þennan mixer alveg gjörsamlega í drep. Ok, en ef við gerum... Þannig að og það er alveg sama hvað ég reyna að hækka í honum ef ég reyna að gera eitthvað meira við hann þá lappar hann út. Við erum með sömu stillingar. Og það kemur sama upp á öllum parametrum á skinjurum og allt í mixernum, þannig að það verður allavega búið að koma þessu í lag fyrir næstu keppni. Það er alveg að reyna. Strákarnir í Game TV eru alveg búin að ganga úr skugga það að Þetta verður allt í lagi. Mækin hjá þér er rétt stiltur, hann er á réttum stað, hann er ekki nógu nálægt andlitinu á þér, eru alla snúrur 100%. Spyr ég nú bara. Já. Það er svo mikið alls konar stöfi hérna, við erum að finna út úr þessu. Farð þú nú að fylgjast með af því að nú erum við að fara að starta þessu? Nú erum við að fara að starta þessu. Hörðum, það er eitt sem þarf að breyta á þöruna. Það er byrjað að telja niður. Það er byrjað að telja niður. Þá er ég fljótur. Units. Það er í kílómetrum. Við erum að fara af stað. Fyrsta keppni ásins. Og að ganga brösulega, en við ætlum aldeilis að gera þetta í gang. Og vera margfalt tilbúnari í næstu keppni með streymið og allt saman. Við erum búin að vera hérna frá því klukkan 7 og við erum komnir á stað í fyrstu keppni. Jökull með gott start færir sér strax yfir í slipstreamið hjá Alex. Tekur víðalínu inn í fyrstu beygju. Gísli getur sér á einaverðin og hann er komið fram úr. Andri komið við hliðin á Alex líka. Hvað? Þetta var nú erfið fyrsta beygja hjá Alex en Andri má komið fram úr líka í þriðu beygju. Jóhann Ingi kominn í innan bardaga líka. Jökull strax að stinga af. Haukur Ingi dottinn aftur í aftur fyrir Gunnar Karel. Hérna aftast. En Jökull er aldeilis að... Risarlust frá þessu. Jökull búinn að stinga sér aðeins fram úr. Andri annar, Jóhann Ingi þriði, Alex Tópsson fjórði. Eftir hálfan hring Jóhann Ingi stingur sér innan á Andra og Tópsson gerir það líka. Alex aftur kominn upp um eitt sæti eftir að hafa dottinir í fjórða, eftir að hafa ræst fyrstur. Jóhann Ingi kominn upp í annarsæti úr fjórðasætinu. Jóhann Ingi kominn einmitt. Búinn að vinna sér vel upp hérna. Jökull kom með 2 sekúndna fórustu á medium-dekkjunum á meðan samkeppendur hans eru á harddekkjunum. Eins langt aftur og ég sé. Dimmi á medium, annars eru allir á hard. Og Jökull á medium og restin eru á hard. Jökull allar að vinna sér inn. Gott fórskot hérna að snemma. Við komum með 2,3 sekundur í fórskot á fyrsta hring. Á einum hring, já. Þetta er... Nú veit ég ekkert hversu mikið þið heyrið í Magga, en hann er búinn að vinna sér inn þessar 2,3 sekundur á fyrsta hringnum. Jóhann Ingi, Alex, Andri, allir í hnapp hérna. Gunnar farin að blanda sér í þetta líka. Ólafur Einar búinn að vinna sér upp í 7. sætið, fram yfir Ása. Þetta er
lest hérna, DRS lest á harddekkjónum eins og ykkur myndi segja í einhverju motorsporti sem við þekkjum ekki alveg nógu vel. Heyrist lítið í bílunum, hægaftur í þeim. Jón Þór, ég þakka fyrir millifærsluna á lækinn á streyminu. Hann er fyrstur til þess að tilkynna það sem ég sé. Hvernig er þetta? Jökull kom með 3,5 sekúndur eftir 2 finna rétta balansinn. Ég er ekki með stilt á að geta heyrt streyminu beint út af því að það er eitthvað vesen að tala á milli YouTube og OBS akkurat núna. Grétar fallegt að þér Jón Þór að milli fara á okkur getum við ráðið okkur tæknimann. Við erum náttúrulega með grænlenskan tæknimann hérna í stúdíónu. Hann bara skilur ekki hvað við erum að segja og við skilum ekki hvað hann er að segja. Þeir sem að fatta þann djúk eru algjör legend. Nei, Dói verður búinn að redda þessu fyrir okkur. Ég er alveg viss um það fyrir næsta streymi. Það verður við líka á Game TV alveg pottet. Búinn að keyra þetta í gang. Alex að stinga sér hérna inn á Jóhanninga. Kominn fram fyrir í bili. Þeir eiga nú eftir að koma hérna inn á beinakaflan og þá á Jóhann væntanlega rönnið á hann. Já, eða Andri stingir sér bara líka, það er alltaf möguleiki. Hann er ekki bara góður í gólfi, hann er líka góður í kapastri og frábær sölumaður líka. Sjáum hvort að hann gerir allu hérna að Alex. Það er voðalega skrítið að vera svona nánast gott sem einn. Það heyrist eitthvað smá í þau, segja þau, en að vera að stjórna streymi og greiða lýsingu líka er svolítið yfir minn launaflokk, sko. Ekki það, við ætlum að vera búin að kipa því í lag áður en við vitum af. Heyrist eitthvað betur í mig núna? Nú heyri ég aldeilis vel í þér hérna í headsetinu mínu. Andri Már búinn að hleypa Alex ekki of langt frá sér allavega. Við vorum að tala um að það var Ási sem var ekki. Bekkin eru ekkert
svolítið ósvipið. Það er aðeins verra vinstra megin á langbúðunum heldur en alfónum. Dimmi er aðeins verð settur á harðið. Dimmer er medium. Já, og dimmir á medium, já auðvitað, dimmir á medium og á öðru bíl. Haukur Ingi búinn að slíta þessu svolítið frá Gunnar Karel hérna. Jökull. Með gott fórskott þegar við komum inn í. Ég ætla að leyfa ykkur aðeins að heyra í Magga. Ég þarf að taka hérna smá símtal. Finna vaktinni umbunni líka. Færa hérna headsetið á milli þegar ég þarf að taka vaktina. Það bætir svona óþarfa flækjustig í það skýrir það að það er stundum í mér og stundum í Magga. Þetta er síðasta vaktin mín fyrir árum. Þetta var eina skiptið þess að ég losnaði ekki undan henni. Hérna við gerum það besta á jólum. Tríatir næstu keppni. Dekkin hjá Jökli líta bara alls ekki illa út. Það verður bara að segja. Aðeins að hægast á honum hérna verðist ekki þannig að hann finni fyrir því. Alex að keyra sitt reis hérna. Slíta sig frá Andri búinn að slíta sig frá Jóhanni. Smá snerting á milli Jóhanns og Gunnars. Gunnar komur fram úr, tekur hérna innri línuna inn í helbinnið
Ólafur Einar tekur innri línuna á Jóhann Inga. Jóhann Ingi út í græsið og Ólafur komið fram úr. Ólafur, Jóhann Ingi, Gunni, þetta er einn stór samloka. Ásins á eini sem kann að velja bíl hérna. Má hugur ekki í þessu öllu saman. Munur á dekkjunum segir Magnús á Jóhann Inga og Ólafur þá. Nei, Ása, já, á Lambóðunum og svo Alfa. Lambóðun spara bensín örlítið miðað við. Það er í góðu drafti og svona. Jökull. Munin á Ása og Jóhann, já, hann er góðum 10-15% líka. Jökull komið með 9 sekundur í forskot, segir Magnús. Þeir eru hérna allir að reyna að taka sama plássið á sömu kapasitöðinni. Gunni færi sig innar, Ólafur komið fram úr Gunnari. Þetta er racing af bestu gerð. Smá andrými fyrir Jóhann Inga. Ólafur missir smá stjórn á bílnum hann á exitinu á stóra herpinninu. Þetta nú er að fara þokkalega friðsamlega framsamt. Þetta menn berjist hart. Dimmi farin að sjá eftir að hafa tekið Citroën í kvöld. Dekkin hjá honum orðið svona það bil hálfnuð. Ásæll og Gunnar Karel hérna í hörkubaráttu aftast. Aðeins farið að hægjast á Jökli, 1.55.0 á síðasta hring, 1.54.9 þar á undan. Aðeins svona farið að dala hjá honum. Það er spurning hvenær kostirnir við að vera medium í startinu. Já, þau hérna er nú ekki að hrynja neitt fram á, sko, þannig að hérna, og Jökull náttúrulega ennþá að sitja vel hraðari tíma heldur en þeir sem er á hart fyrir framan, nei fyrir aftan fyrir ekki. Andri Már aftur komin inn í hjólsogið svona nokkurn veginn. Þeir eru alltaf mjög nálægt í hérna. Jökull þarf nú nokkra hringi upp. Já, hann vonstoppar þetta. Tekur haldekinn í lokin. Mjög flottu tími hjá hann með 54.4 á miðjumdekkjunum. Hérna í byrjun með þungan bíl.
Jóhanni frá sér Gunnar örlítið búinn að sleppa Ólafi. Ási svolítið farin að pressa á Gunnar. Og Jói þarf á eftir að pressa á Ása. Þetta er top nice. Alex aðeins út í grassi hérna, aðeins að skoða aðstæður. Dimmi líka, dekkin aðeins farin að segja til sín. Dimmi er nú bara komin vel niður fyrir miðju á dekkin. Þetta er, það dugar nú alveg fyrir vonstoppið en ekki kannski draumastaða. Þessi aðeins frá Ásali hérna. Nýju ökumennir í úrvalsdeildinni. Bjóðum þá náttúrulega velkomna upp í Alex Geist með signature move hérna eins og Magnús segir. Hann keyrir með rúðuþurrkarnar á. Það er rigning hjá honum. Það er þung skýjað hjá honum. Það er að bíða eftir rigningunni. Ég er búinn að vera svo upptekinn í skóla og vinnu. Getur ringt úr höfuð á þessari braut. Það getur ringt á þessari braut, ég með það er staðfest. Þetta var spennandi að sjá þegar Jökull kemur inn og tekur harddekkin og hinir eru að taka mýkri dekkin og hérna þá fá þeir náttúrulega ákveðið hraðafórskot á Jökull en hann á þarna að hringi á milli þar sem hann þarf trúlegast að keyra í töluverði trafík. Pitstoppið vantanlega að skilja einhvers staðar miðan pakka aðeins fram að kannski eða vel fer. Það er náttúrulega svolítið skemmtilegt pitendrið á þessari braut og það þarf svolítið að vanda sig við það. Ég er með grænlenska tæknimann á bakum með að segja mér að hann þegar hann kemur út þá ætti hann að vera að koma út í 9. seti eða svona það bil 9. seti eða einhvern veginn við Alex Gesson. Ég held að það sé svona nokkuð rétt hjá honum með það að Alex er 22 sekundum á eftir. Við höfum það fullt bjassinn með bensín og öllu. En eins og ég segi, ég er ekki búinn að æfa fyrir þetta, ég veit rosalega lítið. Ég hoppaði bara inn í opndeildar keppnina á mánudaginn, tók 4 hringi þarna á undan til þess að prófa. Vandaði mig að vera ekkert að leggja of mikið á mig í tímatökunum. Ég ætlaði bara að vera með að pakka og svo fór reysið alveg í kúku hjá mér. Ég get rosalega lítið sagt þeim hvernig þeir eiga að gera þetta. Já, Magnús að minnum að það verður náttúrulega búin að breyta stillingunum. Við erum komin í 5 og 3 í staðinn fyrir 6 og 2 í bensín og dekkjaðastu. Og svo er bensín áfyllingin náttúrulega orðin örlítið hraðari úr 3 lítrum upp í 4. Þá trúlegast eftir að hafa ekkert nema jákvæð áhrif held ég á racing í vetur. Jó Egils hérna skjóta sér fram yfir Ási ætlar að koma tilbaka, tekur við að línu. Jói verður þetta vel, ætlar ekkert að hleypa Ása neitt hjá sér. Ási að keyra fyrir Ramrod Racing eins og þið sjáuð. Dekkin orðin ansi illa farinn á Lambóðunum. Það munar svolítið í eðslu. Punktur hjá Magga grænlenska tæknimanninum hérna
dekkin eru svipuð hjá Ása á Lambóðunum eins og dekkin á eitthvað dettur þetta út hérna hjá okkur. Við keyrum þetta bara aftur í gang. Eitthvað hefur sonurinn miskilið heima eða frúin, nei, hún er að fara að spila núna. Hún er að taka yfir. Ég ætla að senda henni skilaboð að minna hann á að hún á ekki að vera að ræsa. Þetta bæti bara í svitsjóðu sem þetta er búið að vera hjá okkur í kvöld. Við ræddum þessu. Ég fæ að tróða mér aftur inn, við ætlum ekki að fara að láta ykkur missa af aksjóninu hérna. Við erum komin aftur inn, keyrum þetta aftur inn. Þetta er eitthvað miskilningur sem við lögum fyrir næsta reis hérna. Já, allar upplýsingar á skjáinn. Svona. Hörku barátta hérna milli Alex og Andrea síma sig á einaverðinni. Þriðju beygina, nei, þetta er ekki þriðja beygjan. Hring, við erum með allar upplýsingar villisar út að við duttum út. Andri að pressa hart á hann hérna undir loka á þessu stindi. Andri finnur sig á utanverðinni. Varnarakstur hérna. Það ætlar ekkert að leyfa honum að sýna sig á innanverðinu neitt. Það ætlar bara að hanga á línunni sinni. Það koma hérna upplýsingar það að dekkin. Dekkin hjá Jökli orðin ansi döpur. 14 hringir komnir á þessum dekkjum eftir þennan hring. Hringtímanir hefur Jökli meðan eru nú bara rétt 56-0 á síðasta hring. Á leiðinni í pitt. Gerir þetta snirtilega. Ekkert penalty gerir ég ráð fyrir. Það er spurning, segir Magnús, að hann hafi náð sér í refsinguna fyrir pitlæni. Það snýst allt að vera nákvæmur á línunum og keyra þetta snirtilega þarna inn. Hartmennir halda náttúrulega áfram. Ási heldur áfram á Lambóðunum. Gummi er orðinn annars í tæpur, hann ætlar ekki pitt núna.
hann ætlar að bíða þangað til að melta einhvern, hann fer ekki lengra, ég trúi því. Hvernig líður Jökull, komin út 9. sæti. Haukur kemur snemma inn. Á nú nóg eftir á þessum dekkjum, en hann telur sig væntanlega að geta keyrt restina á mediumdekkjunum. Jökull er að taka annað harðið. Nei, Jökull náttúrulega byrjaði medium, auðvitað, sem ekkert vera endur taka þetta neitt. Jökull kemur út á medium, keyrir hérna út á rúmlega hálfa keppnin eftir. Það gæti verið að hann sé að tvístoppa og taka soft undir lokin. Það er alveg möguleik. Ná meðan þá leiðir Alex Dobson með Andra Már alveg í stöðarinn á þessu. Jóhann Ingi þar 3,5 sekúndu eftir. Það er rétt. Það fer ekkert að miklu mála að Andri er aðeins betri á dekkjum, hann hefur aðeins verið að greipa að vinna með. Getur þessum að overkötta það eða svo á við ef hann telur það henda. Það er ekkert farnir að pæli því að koma inn eitt strax strákarnir. Dimmi fylgist með honum. Það segir Magnús. Dimmi er ansi hæpur á þessum dekkjum. Það hlýtur að koma inn og það getur ekki borgað sig að vera. Hann kemur inn. Dimmi skiptir. Lendir utan í vegnum. Enga skemmt. Það er allavega eitthvað. Jökull þá komin upp í 8. sætið. Munur hérna á Ólafi, Gunna, Jóa Eils og dekkjum. Það er smá munur. Það er aðeins verið farið með bensinni hjá Jóa Eils heldur en strákanum þar undan. Það geti kostað hann smá í pitstoppinu en minna heldur en áður. Þó nokkuð minna. Helling á 3-4 lítrum á sekundu í pitstoppinu. Jökull er 23 sekundum á eftir lítir eins og er. Ég er að vinna upp smávegis eftirrólega. Hann er overall lítir í þessari keppni. Allavega fyrir pitstoppu. Það getur náttúrulega ýmislegt gerst á meðan hinnir klára stintin sín. Andri Már kemur inn, lendir á vegnum, er stopp. Þetta er skemmt á Andra Már, kostar hann mikið að lenda í skemmt þarna. Ólafur Einar og Ási báðir komnir inn. Ási alveg búið með dekkin sín. Væntanlega verður Andri Már með refsingu eftir að farið þarna út fyrir línuna líka. Það bara hendir annari skrúu í þetta tannhjól sem að þetta reis ætlar að verða hjá okkur. Slapp við penaltíð fæ ég fréttir af. Hörku barátta hérna aðeins áttar. Hvað er það? Það er Ólafur Einar og Ási K.R. og Gunnar Karel komin í það baráttu. Svona fyrst að þetta er búið að ganga sæmilega hjá okkur í 5 mínútur og svona, þá ætla ég að segja ykkur frá því að þetta er náttúrulega nýtt tímabil sem er hérna í gangi hjá okkur sem að þýðir oftast einhverjar
hrókeringar. Þarna tíksaði þetta alveg. Nú er allt frosið á skjánum með Magnúsi. Ég ætla að vona að ég náði áfram að keyra lobbyið samt. Ekki slökka á skjánum og ekki fylgt í neinu, þetta keyrist áfram. Þetta er algjör. Eins og þessi, styrktaraðalinni hrókera staðins á milli tímabila. Það er einhverjir sem dett út og einhverjir nýjir sem koma inn og endilega ef að ég þekkið ykkur eða vitið einhvern sem geti haft áhuga á að styrkja okkur með velunum með öðru og þá endilega var samband. En þetta árið er það Arctic Iceland sem komnir aftur inn í Gunnagarinn í vandræðum, Andri Már tekur þetta snirtilega fram úr honum á utanverðinni. Já, Arctic alltaf koma aftur inn, alltaf að gefa glæsileg úr í velun fyrir hugvera tímabilsins. Gullfiskur með von harfiskinn, endilega prófiði það. Lavasjó, það er kraftvélar, það er Classic Detail, það er Auto Center, það er GT Akademian, það er Kaldi, það er Verkfærasalan og síðast en ekki síst þá er það Game TV sem við ætlum að streyma á og ef við hefðum nú náð að komast í ganga þá hefðum við nú verið þar í streymi líka á Twitch-rásunni þeirra í samstarfi við Arena. Þetta erum við í kvöld mitt í vandræðum að setja okkur upp á streymið í stúdíóinu hjá Arena í þessu fína stúdíói sem að við bara erum greinilega ekki nógu teknilegi til þess að kunna nógu vel á. Þrátt fyrir að hafa verið mættir vel snemma að finna út úr öllum málum. Við verðum búin að keyra þetta allt saman eins og ég segi í næsta streymi eftir tölum. Fyrir þá sem ekki þekkja samfélagið ef það er einhverjum svoleiðis og þá er það þannig að við erum áhugamanna samfélag bara þá kemur náttúrulega að því að Alex Topson er mættur í pittin, enga skemmt, Gunnar líka skemmdalaus, Jói Egils líka. Jóhann Ingi er einn eftir úti með ansi takmörku dekk en hann ætlar að keyra þetta áfram alveg á fullu. Jökull dottinn upp í annarsætið. Búið að fara ansi vel fyrir og hann lítið búinn að þurfa að berjast í gegnum traffíkina. Það eru eins og 17,2 sekúndur á milli þeirra. Alex Gesson er svo þar á eftir 12,2 á eftir í þriðasæti eins og Ólafur inn að þá fjóruði. Alex Topson og Ási einhverja hrókeringar menn eitthvað að færa sig ekki undir hemlunu þetta en það þurfum nú að verja svona í línu. Ási Káir ver eins og ljón gegnum þetta. Alex Topson komin á innanverðina. Gunnar ætlar að sína sig á innanverðinni inn í herpinni litla. Það dugar ekki til. Andri Már þar á eftir að hafa fengið skemmtilega inn í pitt sem að kostar hann aldeilis í kvöld. Enda hart barist á toppnum. Tölurnar á þessum mæk, bara á þessum mæk hækka í hvert einasta skipti sem þú talar. Þessi er úti, þessi er inni, það heyrist í þér ef ég er svona látið frá þér svona, þannig að ég vissum það að þú getur látið heyrið þér. Já, þú getur alltaf látið heyrið þér þegar ég hefði makka fyrir mig.
Nei, ég sé að þetta köttar svolítið þegar mækinn er ekki alveg við. En þetta var góð til. Andri Már. Komum fram úr Gunnar. Já. Þá verður Ási næsta fórnarlamb hjá honum. Við sitjum hérna og horfum á skjáinn hjá Magga Frosin ennþá, hann var að hósta lobbyið. Þetta er að hanga á okkur gufum hjá okkur. Við erum að keyra þetta á gufunni, en hérna Andri Már Hansi nálægt Ása hérna. Lambóinn greinilega ekki alveg eins samkeppnishæfur og Alfan. Andri á innavörðinni gerir þetta snyrtilega, komið fram úr Gunnar, ætlar að fylgja, ekki duga það. Lotta sér beint í slíktrífið hjá Ása, gefur sér smá pláss. Ætlar að gera hana fórnarlambi hérna á næstu beygju með Lúsi. Eins mikið og mig langar nú að sjá Lambóinn standa sig vel hérna í kvöld. Þráttur er þetta sé Q4. Forskoti sem að Jökull er búinn að vinna sig upp núna er orðið gigantist, 12,5 sekúndur. Ég get ekki séð hringtímana hjá honum upp á síðkastið. Ólafur Einar í 3. sæti með hraðasta hringinn, Alex Geirsson ennþá úti, hann er ekki búinn að taka pitstop. Hann sé vel farinn hjá honum dekkin með við það. Hann ætla bara jafnvel ekkert að stoppa. Gunnar komið fram úr Ása og Egill þá næstur í röðinni. Láta Lambóinn finna fyrir því. Dimmi og Haukur Ingi í baráttu hérna 10. sætið. Hvítrún, Áttu Ölfu. Alfan virðist vera nú bara þó nokkuð svona snarpari yfir höfuð heldur en Citroën. En við vitum það svo sem alveg að Dimmi tekur sjaldnast tróðnast slóð. Ef það er eitthvað í boði sem er ekki metabíll eins og hér í kvöld, þá á hann til að taka. Haukur Ingi aðeins hraðara exit hérna út úr stóra herpinninu, slótar sér í slipstreamið, ekki mjög gott bremsusveið. Dimmi aðeins út í grasið, Haukur Ingi á innanverðinni komið fram úr. Aftur er farið að þéttast hópurinn svolítið alveg frá 9. sæti Jó Egils, Ási Káur í 8. 7. sæti Gunnar eins og er, Andri Már þar á undan. Svo er smá bíl hérna á milli og þar er Alex Topsson, Jóhann Ingi, Ólafur Einar og Alex Geirsson, allir í hnapp. Jæja, allir í lest, þetta er ekki alveg hnapp.
netinu, ég miðla þessu áfram. Er Maggi búinn að tapa veðurfræðiprófinu sinu út af það er ekki rigning. Magnús er náttúrulega í bölvuðum vandræðum með þetta allt saman. Við sjáum ekki hvað er að gerast á skjánum hjá honum. Þannig að hérna, hann getur ekki sett inn kóðan til þess að hérna, setja rigninguna á í kvöld. Alex Geirsson kominn inn loksins. Hann ætlar ekki að taka nóstoppið. Skilaboð frá Magnúsi, hann er búinn að sita inn að það komi rigning síðustu 4 hringinn. Síðasta veðurslottið hjá okkur og þá verður grenjandi rigning komandi. Það er þá svona, hvað að segja, 10 dríða. Ég verð bara að treysta á orðin hans í þessu. Hvergi alveg barasta hérna á braut. Haukur Ingi aðeins búinn að missa dimma frá sér. Þetta er svona og undir og rétt yfir kannski sekúndunni hvar sem við förum á brautinni akkurat núna. Með 12,5 sekúndu á Ólaf eins og það er. Þessi tveir búnir að heyja marga baráttuna. Jóhann Ingi þar á eftir svona rétt fyrir utan. Slipstreamið eins og er á þó nokkuð betri dekkjum heldur en Ólafur. Þetta eru nú ekkert endalaust margir hringir eftir. Þannig að það kemur kannski ekki að sögn. Jóhann Ingi kominn í slipstreamið. Fyrir fyrstu beygju, ekki dugaða held ég til þess að taka dífuna en hann getur þó fylgst þar á eftir. Bremsar aðeins fyrr, ætlar að eiga betra exit hérna. Ekki dugaða til þess að halda sér í slipinu. Ólafur gerir þetta af mikilli kostgæfni. Sjáu hvað ég er að mynda stóru orð hérna í kvöld. Verður næsta keppni One Make líka, spyr Danni í chatinu. Já, spurning. Þetta snýst allt dekkjavalið hjá okkur. Hvort að hérna, það er nú að fara allir ætla að velja þessar 2 bílar sem að virðast vera hvaða vinsælastir í Group 3 eins og er. Jóhann Ingi farin að blikka á Ólaf hérna. Magnús segir hérna það virðist svolítið vera í úrvalsdeildinni að hoppa allir á Lexus-vagnin og hoppa allir á Benz-vagnin þar á undan og svona þetta er náttúrulega svolítið stjórnað af metanu hvaða bíll hentar best sérstaklega í Group 3 náttúrulega Group 4 hérna og þá er áfram og búinn að vera eiginlega alls ráðandi í þessu flokki alveg frá því að leikurum að gefa út eins og veist hanni. Það verður gaman að sjá hvernig þetta kemur út í bara fyrst opnundeildinni eftir 2 vikur. Koma hérna yfir línuna, 25 hringir komnir. Jóhann Ingi vel inn í slipinu hjá Ólafi. Alex Tóksson þar 2,5 sekúndu á eftir. Gunnar og Andri halda þessari sekúndu á milli sín. Dimmi, Haukur Ingi og Alex Geirsson hérna. Hörku baráttu allir í hnapp. Koma hérna í síðustu beina fyrir bakstreitið. Já, streitið. Alex hliðin á Haug.
Dimmi aðeins fyrir framan, Haukur Ingi á innanverðinni, Alex með yfirhraðan, Dimmi heldur, Alex hérna kominn undir stöðarann hjá Dimma. Magnús á orða því að þessu kominn retro livery og hann sé ánægður með það. Þetta eru glæsileg livery sem hafa verið hönnuð fyrir þetta mót. Dimmi missir aðeins stjórnarbílnum hana, seiksakar aðeins, tapar ekki miklu á því. Hann er með Alex alveg í stöðarinn. Við erum alltaf að horfa á þessi lítakombo eins og hjá Hauk og Dimma og svona, þetta er allt voðalega klassíski lítir og svona þessar línur og þessi form. Allt skal þetta vera snirtilegt og fallegt. YouTube-tjattið hjá mér dottið út. Hilmar efast að verði one make í næstu keppni. Hann heldur að Lexus verði ekki metabílinn. Er hann í einhverju sálfræðilegu stríði hérna. Dimmi út fyrir út í grasið, búinn að missa Hauk og Alex fram úr sér. Þetta er farið að taka á hérna taugarnar í svona spennandi reysi. Gunnar kom við hliðin á Andra Már á innanverðina hérna. Andri ætlar ekkert að gefa eftir, hann er komið inn í línuna hérna. Gunnar vitalega til þess að fá betra exit. Svo er þetta bara hreinlega að fara að taka á hérna málbeini sko. Ég hef ekki talað svona mikið síðan í apríl þegar við vorum hérna með síðustu útsendingu. Ólafur og Jóhann voruð stutt á milli þeirra. Barnir að saxa svolítið á Jökull. Jökull búinn að tapa á það 3 sekúndur heilar. Enda er hann að keyra hardekkin eins og er. Bara frá því fyrir 3 mínútum. 6 ringir eftir. Það getur allt gerst. Það þarf ekki nema bara örlítil mistök frá Jökli og þá erum við komin í vandræði. Ólafur og Jóhann ætla ekkert að gefa eftir. Tilbúnir að stökkva tækifæri það er gerst. Jóhann aðeins við línu, kemur inn, ætlar aldeilis að eiga yfirhraðan inn á streitið og það er á tíma að setja þetta hárrétt. Tekur þarna aukabeygju, eða smá dekkjum í það, örugglega til að stilla sig af hérna fyrir næstu beygju. Ólafur ætlar ekkert að hleypa honum inn á verðuna, smá snerting, Jóhann sleppur við grasið. Verjast inn í hvað við kallum þetta busstoppið hérna svona hálfgerða og hann stillir sig upp fyrir betra exit hérna. Ólafur skrika smá bíllinn hjá honum. Undir stöðarinn við komum hérna inn í stóra erfinni upp á brekkunni. Jóhann skýtur sér inn á verðina, fórna pínu exit-hraða, gefur Ólafi nóg pláss á utanverðinni. Smá snerting inn í næstu beygju. Það er ekkert gefið eftir í þessum kappakstri. Svo einfalt er það. Aftur ætlar hann að reyna eflaust við beinakaflann. Hilmar búinn að jinxa Jóhann hérna, viðurkennir hann í tjattinu.
spár hérna í byrjun, við vorum náttúrulega fullu að reyna að laga þetta allt saman. Alex kominn fram úr, já, hann var náttúrulega kominn fram úr Dimma á sig líka, hver dettur hérna aftur fyrir. Það er Haukur Ingi, hann á einhverju tímapunkti hefur farið þarna aftur á bak. Já, hann var nýkominn út úr pit, já, hann fór í pit. Það er skýringin. Þessi barátta á Ólafi og Jóhann Inga er að gott sem gull tryggja Jökli þennan sigur hér í kvöld í fyrstu keppnin okkar, Íslandsmeistarinn okkar og á síðasta tímabili stórmeistari. Þetta kostar svolítið að vera að reysa svona hart. Jóhann Ingi stingur sér að innanverðina. Það er aldeilis að láta finna fyrir sér hérna. Ólafur gefa okkur öðrum glæsilega gullfallegt pláss einhverjum megin. Jói búinn að næla sér hérna í silfursætið eins og er og ætlar að berjast með kjafti og klóm til þess að halda því. Það fer ekki með mála. Alex Tobson aðeins kominn nær rétt fyrir utan slíkþrýmið hjá Ólafi núna. Eins og ég segi, þessi barátta kostar, hún er rosalega dýr. Tekið eftir, það búið að vera svo mikið að gera hjá mér að ég er ekki búinn að segja einn fimmara breyndara í kvöld. Magnús sagði dátt að því. Tobson svangur hérna fyrir aftan. Ef þið bara vissu hvað Magnús er að vera skemmtilegur hérna bak við tildinu. Alex ekkert verið settur en Ólafur á dekkinu hérna. Já, bara betri ef eitthvað er. Leitar að tækifærum til þess að ná sér í sem fyrsta pall í úrvalsdeild í sinni fyrstu keppni í úrvalsdeild. Já, og einungis á sínu öðru tímabili. Ungu drengur, tróðfullur á hormónum, keppniskapið alveg í botni, svona viljum við hafa þetta. En hringjunum fækkar hratt. Gunnar og Andri hörkubaráttu 5. seti hérna eins og eru búin að vera stóran hluta reysinu nema þegar Andri fór í pittin hann á undan og lenti á veggnum. Það kostaði hann svolítið, annars væri nú hann örugglega að hérna blanda sér í þessa baráttu annað 3. seti einhvers staðar á pódíuminu. Gunnar ansi nálægt hérna alveg í stöðunum, stingur sér á utanverðina, það er ekkert pláss á innanverðinni hérna. Nei, við bjóðum ekki upp á svoleiðis. Þetta er kappastur. Gunnar ennþá, hann ætlar ekkert að gefa eftir hérna. Hann langar í þetta 5. sæti, þessi stig. Þetta er mikilvæg stig svona snemma á tímabilinu. Ég ætla ekki að segja make or break, tímabilið er langt, en hún er döðlangar í öll stig sem er í boði. Ég var ekki búinn að slíta Ólaf úr slipstreaminu hjá sér, úr kjölsvæðinu. Alex aðeins farin að finna fyrir dekkjum hérna,
sömuleiðis Ólafur. Andri var núna í miðri baráttu búinn að minnka bilið. Það er allt opið hérna á síðustu hringjum. 2,5 hringur eftir. Það getur allt gerst. En þvílíkur unaður að horfa á þessa drengi keyra. Líkir ökumenn sem við erum með í þessari röð. Það er heiður að fá að fylgjast með þessu og segja ykkur frá þessu. Það er bara svo einfalt. Haldum okkur bara hérna það sem að mesta baráttan er. Gunnar snarvitlaus í skottinu á Andri að færa sér nær og nær Alex. Þeir eru hérna að skiptast á smá málingu. Gunnar er komin á undan en er á utanverðinni. Þeir bremsa á sama tíma. Þeir halda sér hlið við hlið í gegnum fyrstu beygju. Þetta hefði getað farið þó nokkuð verð. Andri með innri línuna þannig að hann fer styttri leið og kemst því á undan. Gunnar ennþá ná sér smá slitt til þess að komast. Taka exitið, kemur á innanverðina hérna inn í börstoppið. Kominn fram úr aftur, menn er að skiptast hérna á sætum eins og slefi. Nei, ok, þetta var lélegu brandari, ekki barnaður. Skiptast hérna á smá valningu líka. Þetta var ekki einu sinni 5, segir Magnús, það er rétt. Ég veit ekki hvaðan þetta kom. Ég hérna bið börnin öll sem er að fylgjast með ásökunar. Gunnar ennþá á undan, hann er með þó nokkuð betri dekk heldur en Andri eins og kom fram áðan, þannig að þetta er væn staða fyrir Gunnar. Hann langar í þessi stig, ég sagði það, og hann er allavega í þeirri stöðu að taka þau eins og er. Jökull búinn að missa 1 sekundu uppbót í Jóhanningi og Ólafur byrjaði að berjast þarna fullu aftur. Nú ætlar Ólafur aldeilis að gefa í Jóhanningi dekkin hjá honum. Gott sem búinn, hvað þá hjá Ólafi. Koma hérna inn í síðustu beygjuna í næst síðasta skipti. Dekkin hjá Jökli er nefnilega þrælfín. Töluvert betra. Já. Bílið hérna á milli annars og þriðasettis alveg í lágmarki og eftir klukkutíma keppni að þá munar engu. Og til þess að komast bara það er ekki nema örfá sekundur frá öðru sæti og niður í það 7. Ási aðeins farin að slaka á lambóðunum. Veit að hann er nokkuð öruggur hérna. Ja, hann er ekkert að slaka á, hann er bara að taka körpið og grasið og allt saman. Leifur sem lambóð að finna fyrir því. Hérna eru dekkin að tók saman, þau eru svona já, ok, já. Ég held að væri Jóhanningi og Ólafur, hvort það er eitthvað komið fyrir, það er ekki svo. Gunnar aftur kominn í veiðigýrin, ætlar að veiða Alex hérna á síðasta hring. Nú skal lagt allt í sölurnar. Gott sem búinn að slíta Andra Már úr slippinu. Hann tekur einskoða línu og hægt er að taka hérna, kominn alveg í stuðarann á Alex hérna. Þegar hálfur hringur er eftir og rétt innan við það. Hvar er tækifærið? Er það síðasta beygjan? Er það hérna? Þetta verður ekki tæpara. Gunnar aðeins utalega þarna. Andri kominn aftur inn í þetta. Andri langar alveg jafn mikið í þessi stig. Andri kominn fram úr. Gunnar aftur. Ó, þarf að bremsa aðeins. Jökull er að koma yfir línuna. Sýnum að hérna komum við línuna blikaljósin. Jökull sigurvegari hér í kvöld. Næst koma Jóhann Ingi og Ólafur kósveittir eftir svakalegt reis. Alex Tópsson skila sér í 4. seti, Andri í 5., Gunnar í 7., Jói Egils í 7. Lamborghiniinn hjá Ása kemur hérna í gegnum síðustu beygjuna í 8. sæti.
flottur akstur hjá Ása á Lambóunum, verði ég nú bara að segja. Það er vont að ætla að taka þátt í kappakstri þegar maður er búinn að sparka í löppina á sig sjálfur og velja Lambóin. En gerir það vel. Alex Geirsson í 9. sæti, komin í mark. Dimmi svo, Citroën, GT by Citroën, Group 4 bíllinn, ekki samkeppnishæfur hér í kvöld. Við vitum það að Dimmi er samkeppnishæfur, en eins og ég segi, hann vill oft fara ótróðnar slóðir þegar kemur að því að velja bíla. Haukur Ingi 11. Ástæll skila sér í mark 12. Gunnar Karel í sínu fyrsta reysi í úrvalsdeild í þetta skiptið skila sér svo í mark. Blikkaði nú fyrir okkur strákur. Nei, ekki gera hann það. Í 13. sæti. Þar með er þessum kappakstri lokið fyrir kvöld. Þetta var nú mun meira spennandi keppni heldur en ég nokkuð tímann hafði þorað að vona. Levelið sem eru komnir á í úrvalsdeild en náttúrulega sko, ef þið getið sagt mér það að einhver 350.000 manna þjóð í heiminum eða miðað við höfðatölu eða hvað sé að skila sér svona mörgum ótrúlega hæfileikaríkum ökumönnum. Ég myndi alltaf að telja ykkur vera að ljúga mér ef mér er sagt það sko. Það er ekki glæta. Því líkir ökumenn. Svakalegir. Því lík keppni. Gunnar hásbreytt á Jóhanni og Ólafi. Munar hásbreytt á Alexi Topsson, Andra og Gunnari. Andri græðir sæti sitt aftur í bara 3. síðustu beygju. Tökum gerum þetta svona. Þetta var Spectate, ég ætla að fara í Results. Þá höfum við ekki heildartímann samt. Já, þetta hefur duttum út. Sjá. Ef ykkur getur seifa replayið, ég ætla að henda því inn í úrvalsdeildar spjallið. Já, við getum ekki tekið upplýsingarnar út úr þessu Magnús, nær þú að nei, það er ennþá frosið hjá þér tölvan. Þetta er ekki fastest lap enda þegar ég datt út að þá fór allt í skrall hjá okkur. Magnús er ennþá frosinn hérna. Við ætlum að biðja bara úrvalsdeildar ökumann að seifa replay og deila því með okkur og getum við púlað upplýsingar upp úr því. Já, hún meina það. Það er ekki einu svona við getum þetta er allt svona pínu pínu riðgað hjá okkur, fyrsta keppni eftir sumafrí
lokið. Jökull sigurvegari, Jóhann Ingi annar. Nú er þetta alveg stóluð. Ég er ekki með þetta fyrir rónum. Það sé það svona. Jóhann Ingi annar, Ólafur Einar þriðji, Alex Dobson fjórði, fimmti var svo Andri Már, ekki bara kólið. Nú, já, ok, já, við erum með allar upplýsingar hérna. Já, þú tókst mynd af þessu. Já, nei, ég tók mynd af þessu. Herðu, við erum með allavega myndir. Við veitum hver endaði. Við þurfum náttúrulega bara að smyrja okkur vel fyrir næstu keppni. Það verður enginn á vakt, ekkert svona vesen. TV-menn ætla að vera búin að taka hérna stúdíóið alveg í gegn fyrir okkur og stilla allt og hvað við gera. Ég ætla nú að eða einhverjum tíma hérna ég að búa til ljóð og síns og alls konar grafík og svona sem átti að vera komin inn en þetta var allt einhvern veginn viðgað. Eins og sé, Jökull fyrstur, Jóhann annar, Ólafur Einar þriðji, Alex Dobson fjórði, Andri Már fimmti, Gunnar Ágústsson sjötti, Jói Egils sjöundi, Ási KR á Lambróðunum áttundi, níundi var Alex Geirsson, tíundi Haukur Ingi, 11. Ásæll Guðmundsson, 12. og Gunnar Karel 13. Ég ætla að segja ykkur frá því að við erum að vinna með frábærum fyrirtækjum í ár. Einhverju dett út, einhverju kom inn. Við höfum allt opið fyrir nýjum styrktaraðilum ef ykkur áhuga. Bara koma því á mig eða Magnús á Facebook eða e-maili eða síma eða hvað sem það er. Með okkur í ár eru verkfærasalan. Við erum með þar fínan afsláttarkóða, auglýsturinn á samfélaginu. Kaldi ætlar að vera með okkur, GT Akademían, höfuðstöðvar hermikappasturs á Íslandi, Classic Detail. Ættu nú allir í samfélaginu að vera á nokkuð góðum og hreinum bílum eftir lokahófið. Enda glæsilegir vinningar þaðan eins og frá öllum öðrum. Auto Center eru með okkur áfram. Hafa verið þar síðan 2019. Held ég alveg örugglega. Það er nú mjög virðingavert. Kraftvélar koma inn. Glæsilegur styrktaraðili þar. Lavasjó heldur áfram. Gullfiskur, Von Harðfiskurinn er alltaf styrkja okkur í ár. Arctic Iceland koma inn aftur eftir smá pásu. Og svo auðvitað stóra málið, það sem að veitir okkur aðganga þessu stúdíói sem við ætlum að vera aldeilis komnir í stand með fyrir næstu keppni, að Game TV í samstarfi við Arena og Senu koma inn sem styrktaraðilar þetta árið. Við erum að lesa við erum að lesa Known Issues september 2025 á forsíðunni á Gran Turismo. Það segir okkur að þetta er þekkt vandamál og ekki eitthvað tengt búnaði hér eða aðstæðum. Við vonum að það komi bara
hotfix á þetta fyrir næstu keppni, annars verðum við aftur hérna eftir 2 vikur. Opnudeildin á mánudegi, önnudeildin þar beint í framhaldi, fyrsta deild á þriðjudegi, úrvalsdeild sýnd héðan úr arena á miðvikudagskvöldi og við ætlum að vera komni með allt í stand hérna og allt í toppmál. Hafa hérna glæsilegt streymi með öllum upplýsingum á skjánum, fullri grafík. Jafnvel verðum við bara í mynd ef hérna allt gengur ógeðslega vel. Annars þakka ég fyrir í kvöld. Magnús, vilt þú segja ykkur orð? Ég er ekki best að, ég segi bara takk fyrir okkur, sjáumst eftir hálfa mánuð og verðum konu með alla grafík, báða mæka, allt upp á 10. Takk fyrir okkur í kvöld, bye bye. Þvílík lokaorð, allt upp á 10, sjáumst eftir 2 vikur.